Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Hún Sigga Dögg, kynfræðingur, var gestur minn hér í dag og við fórum víðan völl og mér þótti ótrúlega vænt hvað við fórum bara á dýptina og þetta var einlægt og við fórum svolítið yfir það hvernig væntingar eru að kaffæra allt og öllum. Við tölum staðalímyndir, við tölum breytingarskeiðið og hvernig það getur verið bara tækifæri og bara massíf núvitund. Við tölum kærleika, mikilvægi samskipta í kynlífi og í lífinu almennt og hvernig það mikilvægt að vera forvitin sjálfan sig. Og svo segir hún okkur frá skemmtilegri fjallgöngu sem hún fór í á Vestfjörðum í sumar, alls nakin. Hún Sigga Dögg engri lík. Mér langar að segja takk Nettó, takk Spíran og takk Heilsuheillan fyrir að vera á hliðarlínunni og hvetja mig og fleiri áfram í því að hafa jákvæð áhrif á fólkið í kringum okkur með því að deila mikilvægum upplýsingum og fræðslu. Á síðustu árum hef ég verið meira að velja vörur sem eru lífrænar eða svansvottaðar og ég veit nefnilega að það skiptir máli bæði fyrir umhverfið og fyrir heilsuna mína að vita að það engin óæskileg efni í þeim vörum sem ég að innbyrða eða nota á kroppin. Og í Nettó þá fást danskar vörur sem heita Englamark og ég hef oft nefnt þær í þessum þætti en ég get ekki mælt meira með þessum vörum. En næst þegar þú kíkir í Nettó, skoðaðu úrvalið af Englamark, bæði matvöru og alls konar öðrum vörum. Spíran, besta vinkona mín. Ég elska ekki bara matinn þar, heldur starfsfólkið og andan líka. Það var svo ótrúlega fallegt, ég var þarna í gær að þá var hann Egill Trausti, kláraði 160 km hlaup í bakgarðinum og þau færðu honum blóm, starfsmennir, því hann svona fastakonni þarna og mér þótti það svo ótrúlega fallegt og Linda sem þarna yfir alveg einstök. Ég fer þangað í hverju einustu viku og ég fæ bara ekki leið á matnum. Heilsuheillan með mikið af vörum til bættrar heilsu og vellíðunar. Ég hef nú tekið fyrir nokkrar vörur í þessum þáttum. En það sem stendur alltaf upp úr astasantínið. Það eitthvað sem ég nota daglega og ég finn bara svo ótrúlega mikinn mun ef ég sleppi því. Bæði minnkar að harspörur og svo gefur það húðinni svona fallegan ljóma og ef þið eru á leið til Sólalanda, eins og margir í kringum mig virðast vera að skreppa til tenni, allavega mikið af fólkinu sem í ungbarnasundi hjá mér, skreppa til tenni í fæðingarorlofinu, að þá getur þetta komið í veg fyrir sólbruna. Þannig að astasantín, ég get ekki mælt meira með því og astasantíni frá Algalíf 8 mg og meðan frá mörgum öðrum 4 mg og sá skammtur hentar mér mjög vel. En það ekki eftir að neinu að bíða, við skulum bara vinda okkur í þátt dagsins. Hjá mér í dag hún Sigga Dögg sem kynfræðingur og hún hefur lagt mikinn metnað í að fræða unga sem aldna kynlíf. Vertu velkomin í podcaststöðuna. Takk fyrir. Mér langar svolítið að kynnast þér aðeins kannski og hvernig var til og þú ert komin á þennan stað sem þú ert í dag. Þannig að má bjóða þér að kynna þig aðeins. Já, ég náttúrulega á svolítið öðrum stað en ég var í fyrra og ég hef svo sem kannski ekki farið í neitt viðtal held ég í allavega ár. En skemmtilegt. Já, ítt á pásu á öllu slíku. í svona, já, ég held ég allavega ár. Já, drókslega stór spurning. Ég mikill réttlætisritari. Ég gerði stjörnukortum eitt daginn í gervigreindinni ChatGPT sem þriðja hjólið í sambandi. Það mín og mannsins og það var ótrúlega fyndið. Það var einmitt svona, kom eitthvað svona með sterkar réttlætiskend og vill miðla áfram hugmyndur sínum, trúir á frelsi og með svona ævintýr og leika leiðaljósi. Þannig mér það svona, ég alveg bara komin hingað því að það var aldrei neina önnur leið sem var að fara
þetta lá í stjórnunum. Skilur, En skemmtilegt, já. það var búið að ákveða þetta löngu aður, ég er bara eitthvað mjögur þjótt stjarnana, sko. Já. Ég tók um þetta viðtali fyrra við stjörnuspeking hvernig við getum nýtt það til að hafa áhrif á heilsun okkar. Já, Það er frábært. eitt skemmtilegt spjall það, sko. Já, ég tengdi nefnilega mjög mikið, ég tengdi alveg við hvað ég á að varast og ég á bók svona kynferðislega næmu svæðin út frá stjörnumerkjunum, bara eitthvað svona áhugamál, sko. Já. Og ég tengdi alveg líka við það, ég var alveg, þetta er alveg magnað. Þannig ég held að, ég er rosa svona sveimhugi eða þannig og ég fer svolítið þangað sem að vindurinn feikir mér og hugmyndin sem kveikni í kollinum, ef það staldra við þá eldi ég þær. Og, já, þannig að það hefur bara leitt mig niður. Svona dúer. Já, en ég líka, ég er svona svo býflugnadrottning. Ég skal fæða allt og alla, skilur ég fæði hugmyndirnar, ég geng með þær og fæði þær, en ég elðar ekki upp. Svo eiga þær líf. Já. Þannig að ég held að það sé best að lýsa þannig, ég get unga út, rosa miklu. En svo ertu svolítið svona, færð þú þitt eigi líf og þá ertu svolítið að finna út úr því. Það er kannski svolítið, já, ég fýtt svona hugmyndasmiður og svo vil ég fara eitthvað annað. Já. En eins og kynfræðin, hvar kviknaði áhugin á henni? Bara lífstala mín er 6 sem eru elskandunir, að þú vart inn í þeirri speki og það var bara alltaf, ég bara frá því var lítil. Bara málefni ástarinnar, ástarsambanda fólks, hafa alltaf verið mér ótrúlega hugleikin og eftir því sem ég bara eldist og fleiri þættir fóru að blandast inn í, það fann ég bara að þetta er eitthvað, þú veist, ég var bara drifin áfram þarna, þannig að ég áhuga þarna, ég var gaman að tala það og pæli því og þegar ég vissi af kynfræðinni og ég hef reyndar alltaf áhuga því sem er tabú, það sem fólki finnst óþægilegt, þannig að þegar ég var yngri var mjög upptekin af draugum, fyrstu fræðslustörfi mín voru í tengslu við peninga og fjármál, allt svona sem fólki finnst óþægilegt, dauði, peningar, kynlíf, það liggur mjög vel fyrir mér, mjög óttalaust þar. Það er geggjað, því að mér finnst ofta að fólk kemur til mín í spjall. Það er svolítið að tipla tánum, þú er ekki alveg að stíga fast í jarðar og vera með sterkar skoðanir, en ég hef alveg heyrt viðtöl við þig og ég heyr að þú ert með mjög sterkar skoðanir. Já, ég hef það. Ég hef ekki skoðanir samt á öllu, ég er ekki ein af þeim, sko, og það er mjög margt sem ég veit ekki og hef ekki áhuga að vita og þá er mér alveg sama, sko. En já, ég vil meina að ég sé fylgin mér en samt þannig að ég er tilbúin að breyta skoðun, ég er alltaf tilbúin að læra nýtt og sjá að mér og ég er ekki yfir það hafin, hafa rangt fyrir mér bara alls ekki og ég þarf ekki að hafa rétt fyrir mér. En leið og ég finn að fólk einhvern veginn talar út frá kannski svona meiðandi stans, leið og ég finn að fólk talar og það vil meiða aðra eða setja aðra niður, þá það bara kviknar á einhverju neista inn í mér og þá verð ég pínu oft óstöðandi, sko. En ekki í öllum málumnum, því þá myndi ég bara nút, en sérstaklega það sem tengist svona þessu, eins og með kynlíf, ástina, hinsegin, þar get ég látið verulega til mín taka ef að mér svíður umræðan. Og þá er ég ekki í ótta, sko. Ég hugsa ekki pólitískt að brenna brýr eða þetta lokar einhverju tækifærum. Þannig er mér drull, af því að þannig er ég einhvern veginn svona upplifu, ég hef rödd, ég verð að nota hana. En ég nota hana ekki í öllu og alltaf, skilur ég. Já. En þegar þú byrjaði að starfa sem kynfræðingu, varstu þá mest með fræðslur, það ekki? Þú veist, þú veist ennþá fræð allt í dag, en meira svona var það yngra fólk. Þú veist, svona kynfræðsla. Já, það var eiginlega bara, ég náttúrulega byrjaði í rauninni á skrifum, þú veist, ég er sem sagt, þetta byrjar eiginlega miklu fyrra því að ég var bara svo margar konur sem eru á mínu reiki, ég fætt 82 og við ölumst svolítið upp með Sex and the City og Carrie Bradshaw var bara mín stærsta fyrirmynd. Ég bara ætlaði að lifa Carrie Bradshaw lífinu og upplifði oft að litla Reykjavík væri litla útgáfan mín af New York. Og þannig ég byrjaði að skrifa og ég hef alltaf skrifað rosa mikið og ég var með blogg eins og var í tísku. Og þar skrifaði ég bara svona bólfarir og ástarlíf og hugsanir og pælingar og þetta
Og það sem að fólki fannst tabú, örgulega mjög tabú þá. Já, og ég bara skrifaði svolítið frjálst, þú veist, að því að þetta var bara, tölfræðin var ekkert að fullkomin, en ég fekk að skrifa svolítið í bara út í tómið, hélt bara einhverju 10 var að lesa og var ekkert að pældi. Svo skrifaði ég pistil sem er gefin út í blaði Orlaus, sem kemur út 2003 eða eitthvað, og þá skrifaði ég akkur það svona tabu fyrir konur að kúka. Og það bara þvílíkt sem að ég lendi í eftir hennar pistil, sko. Bara kallmenn voru not having it, sko. Þeir voru bara niður í bæ á djamminu og ég bara kalli kúkastelpan okkar öll, sko. Og ég var alveg, vá, hei, þetta er óslega stórt samfélagsmein við stelpunnar allar að tala þetta og þetta er rosa viðkvæmt og af hverju þetta viðkvæmt og þar svona fer ég að poti, fer ég að taka meira eftir, því ég las bara Cosmo og dyrkaði Sex and the City og var bara rosa stelpa en þar fer ég að poti í svona alls konar tvískinung og sérstaklega líka þegar kom að kynlífa því ég var mjög frjálslynd gagnvart því og það er rosa tvískinungur fyrir stelpur og mér varst það óþólandi og það er einhvern veginn svona og þetta er svona leiðir af sér, þannig að ég fer út í kynfræðina og bara geggjað og ógeðslega gaman og bloggum það og fjölmiðla fara svolítið að taka upp úr því já, áður en ég fer út þá var ég með pistil í Fréttablaðinu. Ég var með pistil í Fréttablaðinu þar sem ég var að skrifa bara stefnumótalífi á Íslandi og bara svona Sex and the City, ég var komið pistil í blaði með mynd af mér, ég var bara, oh my god. Living the dream. Já, svo fer ég út í þetta nám og er með vefsíðu, fjölmiðla fara að pikka upp úr henni og ringi mig og þá byrja ég í fjölmiðlaviðtölum og í rauninni leið og ég kem heim þá byrja ég að skrifa fyrir, er að skrifa fyrir Nýtt Líf, er að skrifa fyrir Vikuna, skrifa fyrir Fréttablaðið, er að skemmta svolítið, gæsanir, konukvöld, eitthvað svona og grunnskóla fyrirlestrarnir byrja sem framhaldsskóla fyrirlestrar sem svo byrja sem grunnskóla fyrirlestrar, þannig að þetta eiginlega svona þetta kemur líka eiginlega bara frá fullorðna fólkinu sem er pínu svona hún er pínu sniðu og svo einhvern veginn svona eitt sem eitthvað, já ég þekki hana, fá hann í grunnskólan og svo leiði ég svo bara svolítið að spyrjast út og gorkulast að því ég vissi að ég trúði ef ég myndi auglýsa þetta, ég man alltaf FM pressaði rosa á mig á nýkomin heim að kaupa auglýsingar hjá sér og var lítið að gera skiptidíl bara skulum gefa bara massan auglýsingabaka bara kynfræðsla með Sigurdögg, allir grunnskóla og eitthvað svona og ég eitthvað, já, ok, kannski næri reko en ég bara, en þetta er ekki þannig ef þetta er ekki maður mælir með mér við annan mann þú veist, eða kannski þessu tilfelli kona við konu sem hefur setið hjá mér, sér hvað þetta er og skilur það ef þetta er ekki þannig, ef ég legg ekki góðar undirstöðurina, þá mun þetta aldrei ná flugi og ég ætla ekki bara að vera þetta í 1 ár. Ég er komin til að breyta. Þannig að ég þarf að gera þetta rétt og rólega, eða þú veist, til að þau skilji hvað ég er að segja, af hverju ég segi það. Að ég veit ekki, ég fann bara á mér, ég verið alls konar fjölmiðlafári, ég fann bara á mér, ég veit hvert þetta getur farið. Ég veit hvað gerist þegar orð eru afbökuð, ég veit hvað grunn ég þarf að leggja til að þau skilji hvað ég er að segja og af hverju það þarf að segja það og það þarf nýja röddinga inn, það þarf að segja hlutun öðruvísi. Fannst þér þá kynfræðslu ábótavant? Já, hún er það alltaf, sko. Hún er það í dag. Já, einmitt. Er þetta ekki bara ég hef ekkert lagað hana, og það hafa ekki allir heldur þessa þekkingu eða bara getuna til þessa fræða? Nei, eða bara að vilja tækifæri eða, þú veist, ástæða fyrir þetta fag. Ég hefði aldrei viljað fara út í þessa kynfræðslu án þess að hafa menntuna. Nei. Bara hvað hjálpi mér og öðrum, sko. Nei, alvörinni. Þannig að ég er mjög þakklátt fyrir að ég byrjaði sem í fjármálafræðslu og komst þannig að því að ég elska að tala við ungt fólk, elska að halda fyrirlestra, var góð í því. Þá láta bara beinast fyrir að því þegar ég fyrir út í kynfræðina átt að velja, þú veist, allar að fara í ráðgjöf eða fræðslu, þá var ég bara fræðslu. Ég geggju í því, þú veist, að því ég vissi það. Og hitt fannst mér líka leiðilegt. Þannig að þetta var svona ég trúi svolítið bara af þessu vindasama Íslandi sem við búum á að vindarnir feikja er alveg í rétta átt og ef þú ert ekki alltaf að berjast á móti vindinum, heldur snýrði kannski bara við og ferð þá bara aðra átt eða ferð skjólsamar leiða eitthvað skilur þá bara, þú endar alveg á réttum stað sko. Hvað getum við þá gert bara eins og í dag? Ég veit þetta er miklu lengra komið núna en þegar þú varst að byrja, eins og með kynfræðslu, bara ef við byrjum bara á skólum og fyrir kannski svo í fullorðna. Hvað er hægt að gera betur? Eða er kannski bara, er þetta orðið nokkuð gott? Nei, og ég er að vinna í verkefnum sem eru einu stóru verkefni sem eru að vinna því að styðja kennara til að kenna kynfræðslu. En það er kannski bara við sem samfélag þurfum að
ég ætla ekki, lag er ekki rétt orðið. Við sem samfélag þurfum að leyfa okkur að setja mildi og kærleika inn í kynlífi okkar og skilja hvað það er og hvað það er ekki. Hífa það upp úr myrkrinu og inn í ljósið og þykja vænt það eins og okkur þykja vænt okkur sjálf. Þá nálgast þetta allt öðruvísi í skólakerfinu. Þetta verður ekkert barið í gegn eða þú veist öskrað eða einhver lamin með einhverju bók, skilur þetta þarf miklu meira mildi. Þannig að það er eina ástæðan fyrir ég held að mér hafi gengið vel með þessa kynfræðslu í skólum. Ég að því að það er alveg stuð og það er galsi og það er hlegið og það er alls konar brandarar og stuð og svona. En þau skynja samt að þetta skiptir máli og þeirra svona tími, og ég ber virðingu fyrir þeirra tíma, þeirra tilfinningum og þeirra líkama þegar við erum að tala þetta. Og þetta snýst alltaf það. Og það er svo erfitt að tala við þau sem að halda utanum, þau sem halda í stjórnartaumana. Erfitt að reyna að tala við þau akkur eitthvað skiptir máli ef þú berð ekki virðingu fyrir því. Þannig að þetta er svolítið stærra mál. Þetta er svolítið svona, þú tekur ekki bara í eitt spotta og heldur að þannig dregur í bátinn að landi. Þú verður að taka allan kaðalinn og kaðalinn samastendur á mörgum spottum. Þannig nálgast ég þetta bara. Ég er bara... Skemmtilega samlíking. Þetta er bara eins og með heilsu. Já, skilur. algjörlega. Þetta er bara eins og kaðall. Já, þannig ég er að greina bara hverjir eru spottarnir og úr hverju hver spotti gerður, hvernig þarf að nálgast hann og hvernig getum við fléttað þetta saman. Það er alltaf leið, þá taki tíma, þetta þarf ekki að vera með neina offorsi, þú veist, dropinn hólar steinin og það er svo mikið vitundavakning með margt. Þetta er bara eitt af því, sko. Og það að hafa eitthvað ljós þarna úti sem að gefið þið leyfi, sýnir þetta í þessu milda hlýja ljósi, þú veist, en getur samt farið rosa langt í eitthvað sem þú taldir kannski bara, nei, þetta er nú algjörlega, nú ertu farin yfir línu, eitthvað svona hérna. En það er alltaf gert með þetta, veist, samþykki, virðingu og kærleika að leiðaljósi, þá ferðu kannski að hugsa þess öðruvísi og ég finn það alveg. Það er hjá ótrúlega mörgum bara og fólk hjá öllum aldri. Þú veist, og ég fæ náttúrulega nemendur, því ég er búin aðeins í 14 ár, fæ náttúrulega rosa oft nemendur sem bara orðið fullorðið fólk sem er ógeðslega gaman og ógeðslega gaman að hitta þau og þau deila bara hvaða áhrif einn kennslustund gat haft á þau, engan megin nóg, alls ekki og aldrei. Það opnaði aðeins fyrir þeim að sjá hlutina í nýju ljósi. Já, það opnaði og það gerði verkum að þau vita, það er mannskjarnóti sem má senda á, er til, er hægt að fylgjast með, er hægt að hlusta á og ég reyni líka náttúrulega að benda bara líka á fleiri, sko, þú veist, þetta er alltaf spurning að stækka samfélagið og líka hífa aðra upp, þú veist, breiða út ljósið og kveikja ljós á öðrum. Þannig að ég held að það skipti ótrúlega miklu máli. Sko ég hendi inn í Facebook-hópin í gær sem heitir bara með lífið í lúkunum hlaðvarp og bara hlustendur að þú veist, koma með hugmyndir að spurningum ef þeir hefði eitthvað. Og það kom alveg fullt og það var einn sem að langaði svo að sko spyrja að því að í fyrstu skipti, þessum er að stíga sín fyrstu skref í kynlífi, þá eru oft væntingar svo miklar og þessi viðkomandi var að tala að fólk er kannski svolítið svona að dæma út frá einu skipti, dæma manneskjuna veist, og auðvitað kann maður þetta ekkert ef maður er að gera þetta í fyrsta skipti en hvernig getur fólk svona kannski undirbúið sig eða gert þetta ég veit ekki hvernig á einu svona orð þetta en bara, er það þá bara að minnka væntingarnar? Algjörlega. Minnka væntingarnar líka yrða þær og skoða þær og skoða af hverju hef ég þessar væntingar og hvað held ég að það þýði mig það að ég yrði væntingarnar og er ég að setja mig eitthvað dómarasæti þar þú að tekja eitthvað box gagnvart mér þannig ég ætlast til að þú sést svona hinsinn af hverju ger ég það er ég búin að spyrja það hvort þú sé til í það hlutverk hvaða væntingar ef þú til mín spyrja þig tilbaka og ég held að skipta einhver málkost að stiga þinn fyrstu skipti í kynlífi eða fyrstu skipti með nýrri mannesku, þú veist þannig að hvort sem þú sé 20, 40 eða 60 sko. Fyrstu skiptin eru bara oft slípa sig saman, þóra yrða væntingarnar, þóra að geta treysti að hinn manneskjan yrði sína væntingar. Það samskiptið er lykillinn. Alltaf. Og það er ennlega grunnurinn í kynlífi sko. Það er bara samskipti eins og það, því það er grunnurinn í lífinu.
svo viðkomandi var líka að tala um að oft situr erfið reynsla í taugakerfinu og það þarf þá að róa taugakerfi til að treysta framhaldinu. Já. Er þetta eitthvað sem þú hefur spáð í eða? Já, auðvitað. Að því að sko erfið reynsla er náttúrulega alls konar og við erum með væntingar og mér finnst alltaf áhugavert þegar fólk talar upplifanir sínar og nota gildislægin orð, erfið, leiðinlegt, gott, skemmtilegt, þú veist allt þetta. Og ég var bara nýlega með læknanemum þar sem ég held að mér fyrirlistu fyrir Ástráð, félaglæknanema sem sér kynfræðslu meðal annars og þar förum við svolítið í þetta og þar vorum við mikið að tala um hvað er góður bólfélagi og þá þarf svolítið að krafsa sko, þetta er svona svo hapaþræna og það kemur bara eitthvað svona að þú veist, nei, ég veit það ekki. Jó, og maður veit alveg hvað er góður bólfélagi og við höldum bara áfram í þessari retorík mjög lengi og þegar þú segir einmitt erfið lífsreynsla þá líka að krafsa í það, skilur. Hvað er erfitt, af hverju var það erfitt fyrir þig, erfitt fyrir hina manneskjuna og að segja sitja í taugakerfinu, hvað þarna ertu ekki að skoði eða ertu ekki búin að vinna úr eða þú eru ekki að horfa í, skilur mig. Þú veist, þetta er allt bara, öll lífsreynsla er reynsla og er tækifæri til að læra meir um sig og læra meir um aðra, þú veist, og við getum notað það er alls konar orð sem við höfum upplifanar okkar en það er bara svona tækifæri þetta er tækifæri til að vera bara ok nú ætlum ég að skoða þetta og hverju þetta tengist og hvað áhrif þetta hefur og hvernig mér líður með það og hvað er taugakerfið mitt og hvernig les ég það í líkamannum mínum, hvernig les ég örvun, greddu, afslöppun, fullnægingu, hvar gerist hún. Þetta er bara, þannig oft þegar fólk talar um erfiðareynslu þá finnst mér eins og það verði einhver stundum meiri kortlagning. Það er eins og það fer meira inn í bara, hei, þú veist, en þegar eitthvað skemmtlegt er það bara skemmtlegt. Já. Og það er ekki neins, já, það er bara gaman. Og þá er ekkert krafsa meir, sko, það er bara, það þarf ekki að tala um það. En það er erfitt þá eins og það fá meira rými. Já. En við finnst bara allt má fá meira rými, sko. Þú veist, skemmtilegt situr líka eftir í taugakerfinu. Það er bara ekkert skoðað. Nei. Og einmitt, þá ættum við líka kannski að krefja það, af hverju var þetta skemmtilegt? Hvað gerði þetta skemmtilegt? Já. Því þá fer þetta líka skema. En við erum svo vön þetta forðast sásöka, óttast sásöka, reyna að koma í veg fyrir og bara ekkert má vera vondið og það er en það er náttúrulega ekki lífið, sko. Þannig við missum stundum líka af skemmtilega út af óttanum við hitt eða forðun frá. Þannig að þetta er bara svona að vera forvitin sér sjálfan að þess að leggja dóm á það. Og dóma sjálfan sig ef að þú átt leiðilegt eða erfiða reynslu ekki leggja dóm á þig, þú veist. Það þarf ekki að þýða þig eða þína framtíðarreynslu en það er alltaf að skoða það, sína í mildi og fara í gegnum það. Akkurat. Sko, mér langar rosalega að tala á eftir breytingarskeið kvenna því að það kemur alltaf upp, einhvern veginn, bara ótrúlega margir sem nefndi það. En mér langar svolítið kannski að fara aðeins í kallana því að minnst þeir oft gleymast í þessari umræðu. Mér rosalega, minnst alltaf vera að tala þú veist, konur og hvernig konur geta gert kynlíf betra og hvernig það hefur áhrif á heilsuna þeirra og allt þetta. En finnst þér, þú kannski, þú ert svo mikið inn í þessu, ég er bara svona á hliðalínni, fylgjast með, ég heyri ekki eins mikið tengt með körlum. Nei, það er náttúrulega, þetta er mjög áhugavert, sko, öll kvennablöð í mjög langan tíma og gera ákveðin hátt enn. Og með kvennablöð þá meina ég þessi glanstímarit sem eru miðuð að konum að þær setja ábyrðan rosa mikið á konur og setja ábyrðan á kynlífi og framistöðu á konur en konur setja svo, ef við erum að tala um þetta gagginu samhengi, en konur setja svo ábyrðan á karlmenn þetta er svolítið svona, þetta er mjög mikið mótsök sko, að því að konur oft og þetta er óvinsælt en þær taka oft ekki ábyrgð á eigin kynlöngun og greddu og eru oft svolítið spegill á makan sinn. Hvað langar hann, hvernig langar hann, ég þjónust á hann vill, ég geri og þar myndast oft gremja, þú veist, ég er ófullnægð eða ég vill ekki, hvernig lítur það út, af hverju ekki, þú veist, þannig að þetta er rosa stórt samtal sem er bara í rosa... Af hverju heldur þetta sé svona? Er þetta eitthvað menningalegt? Þú veist, er þetta eitthvað... Þetta er í vestrænni menningu, þetta er mjög djúpt í vestrænni menningu og við getum bara litið til
Kristina Trúar og hvað áhrif hún hefði á skilgreiningar á kynlíf og kynlíf manns og konu. Þú veist, þess vegna hinsegin samfélagið svo oft fallegt og frjálslegra því að þar fengu þau hana sína eigin reglur og setja í skema. Eru ekki undir þessu regluverki sem að barði fólk bókstaflega til hlýðinu sko og er búið að gera í mjög marga kynslóðir og í langan tíma. Kallarnir eru líka lokaðri, þeir hafa færri staði og tækifæri til að ræða af einlægni við hvernig annar meistarritgerð minn snerist kallmenn og hvernig þeir ræðum kynlíf meðal annars í tengslu þá reynda við ófrjósemi og ég gerði þá rannsókn á íslensku kallmennum að því að mér fannst þetta svo áhugavert, ég sagði hvar eru þið, hvernig ræðið þið saman og ég vildi svona kafa á dýptina þar og það þeir gefa hvort öðrum lítið rými þarna. Já, bara feimnismál að ræða þetta. Já, bara það er bara lítið rými. Þannig að þetta situr einhvern veginn eftir hjá okkur, svo ræðum við ekki við þá og þeir ræða ekki við okkur og þegar ég með eitthvað svona skemmtanir, eitthvað kallakvöld og eitthvað svona, það verður þetta alltaf sama, það verður allir bara einhvern veginn svona unglingarnir og segja bara, hún segir ekki neitt og ég skil hann ekki og hún talar ekki við mig og þegar ég segi, tal þú við hana, það er ekki hægt og svo verður þetta bara svona, hvað segir maður, self-fulfilling prophecy, þú veist, og enginn segir neitt og fólk rís upp á afturfætnar, fer í vörn, verður reaktíft, svo margt sem hangir á spýtunni, kynlíf svo, ég hef þessa væntingar til kynlífs, ég hef þessar hugmyndir kynlíf, ég hef hugmyndir hvað er þýða fyrir okkur, hvað er þýða fyrir mig, ég veit ekkert hvað þú ert að hugsa, hvað þið langar, hvað þú fantasir mér finnst þú kannski ógeðsleg, veist, ógeðslegt það sem þið langar í það sem þú hugsaður ég fordæmi þig, ekki segja mér þetta, ég þarf að elska þig og búa með þér. Þetta er allt þetta ljóta, þetta er allt þetta í skápnum, þetta er allt þetta í myrkrinu, þetta er allt þetta í þögninni. Við gleymdu kannski aðeins bara að skilgreina kynheilbrigði, af því að þú veist, það er kannski pínu ástæðan fyrir ég fekk þið hingað. Já, lestu bara upp og googla bara, ég skal senda það skilgreininguna, hún er geðveikt löng sko, og hún er ógeðslega flott. En þín orð, hvað er? Ég nenni aldrei að tala eitthvað svona kynheilbrigði, ég bara lifðu bara í sáttu samlyndi við þig og þinn líkama og nálgast þetta út frá virðingu, kærleika og samþykki, þá þið bara allir vegir færir. Þú veist, ef leiðu þig ekki vænt sjálfan þig og vænt kynlíf, það er ekkert til sem heitir ekki í lagi, skilurðu mig, má ekki, óheilbrigt, óeðlegt. Þessi merki með að fara bara. Þá er það kynheilbrigði? Nei, það er svo flott skýring til sem ég á að kunna, sko. Svona fagleg sem ég á að setja á glærur í fyrirlesturum og svona, hún var svo löng, sko. Og hún svo fagleg, ég er ekki svona þangagangi. Nei. En sko, varðandi, ég held, sko, meiri hluti hlustenda hjá mér held í 7 konur, þú veist, ég get svona séð út frá tölum á Spotify allavega. Og konur á besta aldri. Og þá kemur náttúrulega alltaf upp þessi umræða breytingaskeið. Hvað segjum bara að nú sér þeir sem að hlusta að upplifa breytingar, allar þessar hormónabreytingar, hormónasveiflur sem verða á breytingaskeiðinu. Þær hafa yfirleitt með mikil áhrif kannski á kynlíf og kynhvöt og slímhúðina og allt þetta. Hvað geta þær gert? Hvað ráð hefur Sigga Dögg? Nei, vinkonu mín er með Gina Medica, þannig að ég bara skopla konið þangað í rannum. Nei, þú veist, það er náttúrulega eitt að bara skoða hvað vil ég gera svona líffræðilega, ef við segjum bara hormónakerfið og þá bara fínt, það fyrir bara í læknisleiðina þar, aðrir fara í kannski svona einhverja jurta, ég vil gera það sjálf, mataræðis, geggjað, skilurðu, finnir bara út hvað virka fyrir þig og þegar það hættir að virka fyrir þig og prófar bara eitthvað annað, þú veist, það er bara algjörlega ferðin frjáls og hver og einn verður bara að finna hvað virka fyrir sig, sko. Það sem ég finnst bara með breytingaskeið er líka kannski bara að vera forvitin breytingarnar, þetta segir sér sjálft, þetta er breytingaskeið, núna á að gusta svolítið okkur og þetta er eins og, sko, fyrir þau sem fylgist eitthvað með tarot og lífstölum. Þetta er svolítið 13 í tarot stokknum. Þetta er dauðinn, þetta
svolítil endurfæðing, nýtt uppaf. Þetta tækifæri til að þetta líka haldið djöfullin 15. Þetta tækifæri til að losa sig við það sem þjónar þér ekki lengur. Þetta tækifæri til að losa sig við hugsanir appelsínu húð, háræðaslit, trukkur, grátt hár, líkamshár, líkamslykt. Þetta tækifæri til að þarna mæti líkaminn þér svolítið af offorsi, segir sjáðu mig, ég hérna, þú ferð ekki neitt, ég þú og þú ert ég og við ætlum að vera saman í þessu, komdu inn í þig. Þú flýrð mig ekki. Mér finnst það bara mjög fallegt. Þetta bara svona, þetta tími vöknunar fyrir konuna. Þetta tíminn það sem að, ég skal bóka þetta. Þetta tíminn það sem að skessan okkar vaknar. Veist, hún vaknar upp úr dvala. Það búið að, litla ljótir skoðar sig í vatninu og þvær sér andlitið og sér sig. Þannig að þetta svo mikið tækifæri til að sjá sig. Ekki í ótta, heldur í algjöru óttaleysi og leyfa sér að sjá skessuna og þykja vænt hana og hafa húmor fyrir henni, ekki óttast hana sem einhverja öldrun eða eitthvað sem þeirra fegra eða slétt eða fela, einmitt að hleypin út, af því það það sem hún að biðja Þannig að fara í gegnum breytingaskeiðið rosalega kröftugur tími og ótrúlega spennandi og fara í gegnum hann með opin augu, þú veist, þú ert komin upp úr barneigninni, þú ert komin upp úr litlu barnastósinu, þú ert komin upp úr öllu þessu. Þú getur loksins farið í þinn 8 tíma svefn, lúr á daginn og verið glaðvakandi. Þú veist, og ég veit að breytingaskeið færi mörgum konum heilaþoku, ég skil það, og það getur verið rosa hormónatengt. Ég tengi líka vel við það. Þú veist, ég með lykkjuna og ég á gelinu og bara, þú veist, það hefur hjálpað mér fullt og aðra konum fara aðra vegferð, ekkert eitt virka fyrir alla. En á saman tíma hef ég aldrei verið svona svona kannski óhrætt, liðið jafnvel, þorað, verið jafn vakandi, jafn skýr og séð hlutina mjög svona kristaltært í góðri tengingu af því að það er engin ótti við öldrun sko. En ef þú ert í ótta við öldrun af því ótti, hann feldur líka heilaþoku að það er álag á taugakerfi og það er kvíðavaldandi að vera í ótta og forðun. Það er mjög mikið álag. Og þú ert í ótta og forðun og þú sérstaklega við öldrun og þessar breytingar. Þá ertu kannski að kaupa, þú veist, 15 tegundir af vítamínum, passa grænadjúsin, oh my god, ég drakk ekki grænadjúsin, þú veist. Og hvernig er þá svefnin þinn? Fækstu þau vasklas? Áttur rólega stund í dag eða varðstu að drífa þig á róðravélina að því að Guð hjálpi þér bingovaðin fljót, þú veist. Búum til okkar einstreyti. Við búum hann til að þið verum svo mikið, líka mist það best. Ég elska konur í kulnun sem ætla að taka heilsuna föstum tökum. Já, nú er ég búin að skrá mig í ræktina, ég er búin að skrá mig í jóga, ég er að fara að hita og kæla, ég er að vera í hlaupi næstu helgi, 4 tindar, má bara. Það átti einmitt að vera að róa taugakerfið. Já, ég er bara, hvað hjálpi er, þú kannt það ekki, skilur, þú þorir því ekki, þorir ekki að mæta því hvað gerist. Og það eru líka svo marga konur sem, ég tengi alveg við það, hvað gerist ef ég hægi á? Hvað gerist ef ég sleppi? Hvað gerist ef ég bara græt? Hætti ég þá aldrei? Losna ég aldrei? Þú veist, það er þetta alltaf og aldrei. Og viðmiðið, ég var, skilju, hver ertu í dag? Þú varst líka eins og unglingur, eru að stefna á það? Þú veist, bara bólur á gelgjan og alltaf frétta. Þannig að mér finnst þetta líka alltaf, þú til að fagna þessu breytingaskeið. Það þarf að lifa í dag, ekki ég var, ég er. Og hverjum degi, ég er. Hver er ég í dag? Ég er þreytt í dag. Það er allt í lagi. Það þýðir ekki að vera þreytt á morgun. Og það er allt í lagi þó varst ekki þreytt í gær. Þú veist, þetta er bara, ég er. En ég veist breytingaskeið að vera massíf núvitund. Það er rétt. Af því að það er alltaf, engi dagur eins, þannig að það þarf að vera alveg. Já, og akkur ætti, ég meina, akkur ætti einhver dagur, ég meina, myndur þú drekka, þú veist, 11 daga gamalt staði vatnin í ískapnum með þér. Þetta er ekki til hugar. Þú lætur kranan renna, þú færð þér nýtt ferskt vatn. Af því þú vilt að líkaminn þinn í dag, sem er 70% vatn, fá nýtt vatn, ný endurnýjun, hreinsun. Akkur ættu við að vera eitthvað öðruvísi. Við getum ekki alltaf verið, ég sagði, ég var, mér fannst. Bara hver er ég í dag? Hvað finnst mér í dag? Langar mig í kaffi í dag? Kannski ekki. Kannski langar mig í 4 bolla.
það er ekki allt ónýtt. Það bara, ég þessi í dag. En þú nefndir í upphafi að þú væri á allt öðrum stað núna en þú varst fyrir ári. Hvað hefur breyst? En sko, þetta ekki gamalt vatn, ég bara kannski náði betur að náði aðeins að lesa mig og ég var bara í rosa svona flóknum aðstæðum fyrir ári. Við vorum fyrirtæki okkar var einsás, ég og maður með rekum betra kynlíf. Það var einsás, voru mikið span, búin að ferðast út allan heim, taka upp og bara byggja upp og bara brjála að gera. Tökum þátt í frumkvöðlakeppni, vinnum hana, förum í útrás, erum á fjárfestafundum og svona og bara, þú veist, já, það var svolítið svona, þetta var svona eins og Titanic pínu, þetta var svona Titanic, þú veist, Titanic sökk ekki á 5 mínútum, sko, það er svona, var búið að móki vélarnar og það sigldi alveg áfram, sko. Sigldi alveg meðfram öllum ísjakanum. Þannig þetta var kannski pínu það. Ég bara svona keyrði áfram. Og svo bara svolítið svona áttaði ég mig ekki alveg á kannski hversu svona illa stemd ég var gagnvart sjálfur mér og var svolítið neitt til að horfa í það. Bara svo konu segja alltaf, klesta á vegg og allt þetta. Já, ég var svolítið neitt til að bara hlusta á eigin sál sem ég var að kæfa í framkvæmdarorku og þurfti aðeins að sita með það og sita með bara, við tókum viðtal við sálfræðing fyrir betra kynlíf Sigrúnu geggja viðtal, geggja sálfræðingur yndislega sko og við erum að tala slæma sjálfsmynd og ég horfi bara á hana í viðtalinu og ég man ekki hvort ég hef verið mynd, ég held ég hef ekki verið mynd, ég held ég bara tekið hana, en ég að spyrja spurninga á eitthvað og ég sit bara og það fara að mynda eitthvað svona tengingar og ég bara, það er bara eins og hún sé að tala við mig og svo bara, akkur hann að tala við mig, ég er gett sterk, ég get allt, ég ger allt sem þetta er í hug, ég er ókslega óhrædd, ég get talað fyrir fram að 500 manns, skipt mig bara, ég bara, akkur er ég að tengja svona sterkt. Og það sat rosa í mér þegar við tókum þetta upp, þetta var líka frábært, hún bara komið svo marga fallega punta á eitthvað. Og svo bara einhvern veginn já, kemst ég bara á einhvern svona yfirsnúning, þess að var bara svona eins og ég brotnaði, ég bara svona algjörlega, ég bara, ég á ekkert, nú er tómt. Það er alveg tómt, það er ekkert til. Og þá fara að koma alls konar hluti sem ég kannski ekki hlusta á bara hjá sjálfur mér, alls konar svona brotin sjálfsmynd, alls konar vanlíðan, alls konar óuppgert, hugmyndir sem ég hafði mig og heiminn, alls konar væntingar og ég er bara rosa vel gift, þannig að ég á mann sem að ég get mætt með þetta allt til og ég gerði það bara og við tók bara rosa svona tímbil ákveðna berskjöldunar og líka bara þá átaka okkar á milli af því ég var bara erfið, skilurðu líka og var bara svona, þú veist, ég held þetta, mér finnst þetta, ég sit þetta á þig, akkur ert þú ekki svona, hvað þýðir það mig ef þú ert svona, þú veist, þannig að við fórum bara í massífa vinnu og undanfærin 4 ár hef ég verið að lesa rosa mikið sjálfshjálparbókum og það er svona, þess vegna hlustu ekki neinn podcast, sko, það er ekkert, ég bara mega sjálfshjálparbókum og pæli mikið í því og er að lesa það og mikið af andlegum fræðum og okkur svona. Og þetta einhvern veginn fór bara alltaf púslast ótrúlega vel saman og bara upp úr áramótum núna á þessu ári. Þá núna í janúar kannski, janúar. Þá bara settist ég bara svona fann, ég var búin að fara í gegnum, skoða. Ég byrjaði að skrifa 3-leik senasta haust, það var það eina sem ég langaði að gera. Rosa gaman að vinna með mér, þegar mig langar ekki að mæta í vinnun og langar bara að vinna aðra vinnu. Og ég er bara svolítið þannig, sko, ef eitthvað segir stopp, þá er það stopp. Það byrja bara svo, veist, íslensku álfarnir og einhverja gröfur sem alltaf var að leggja nýjan veg, skilur ég bara skemmi og stoppa, þetta er ekki boði. Þannig ég fór að byrja að skrifa 3-leik, það var það eina sem ég vildi gera, þannig ég gerði það. Og í janúar á þessu ári, þá fann ég bara já, ég þarf ekki að sanna neitt fyrir neinum. Ég er ekki með dómara í kringum mig og ég satt bara óslega vel í mér og ég bara,
ég hef fundið þennan innri frið. Ég ofsalega þakklátt, ég ofsalega glöð, hamingjusöm. Mér finnst ég hafa heiminn í höndum mér finnst allt í fullkomnun. Þú veist, ég sé fegur þannig á hverjum einasta degi, hvort sem ég sé í veðrinu eða hversdagsleikunum eða hvað það er. Og ég bara, mér hefur aldrei liðið vel. Ég hef haft gaman og skemmtilegt og verið hamingjusöm og svona. Ég hef aldrei verið róleg og svona innri ró. Rosa innri ró, rosa friður. Fannst þetta skrifin hjálpa þér við þetta? Þau gerðu það. Þau bara algjörlega ruddu þessu út. Ég bara sat í töluna, grenjaði á hann í lyklaborðið, bókstaflega, og skrifaði, bara eitthvað hamhleypa. Svo kom maður minn heim úr vinninu og ég bara að lesa það sem ég skrifa og svo drátti í gegnum skrifin, þú veist að reyna að lesa þetta upp fyrir honum. Og skrifin eru miserfið, tókum mikið á, ég segi það ekki. Og ég bara fann, ég er að losa ég er að skrifa hvað ég hélt mig, af hverju ég hélt það og svo heyri ég þetta náttúrulega í svo mörgum, veist, ég á rosalega margar góðar trúnaðarvinkonur sem við förum bara á dýftina og ég heyri að þið glímið það sama og ég glímdi við og ég vil engum þetta, ég vil öllum að þau fari gegnum þetta og komist í gegn og sjá ljósið út af því að bara það að eiga frið í hjartanu gerða verkum að lífsýnin breytist á svo margt, þarft minna, þig langar öðruvísi allan í mínu tilfelli, nálgast fólki eitt öðruvísi, það bara breytist svo margt, þetta verður bara eitthvað svona lykill og það verður svona hugafarsbreyting. Ég á miklu verið samkennd á umburðarlyndi, ég skil fólk betur, ég er ekki að reaktív og allt þetta, sem gera verkum að ég er með rólegra tökjari, vinkonum ég sagði í fyrradag, sem hún svo sæti, hún er erfiðum stað, hún er að skilja, eins og bara, þú veist, og ég hef tekið að mér að vera svona skilnaða sponsor fyrir góða konur, eða mínar konur, ef það skilja þá er ég bara eitthvað, call me night or day, bara ég veit hvernig þetta ferli er. Já, þú hefur skil. Já, þetta er ógeðslega erfitt og ég bara, það þarftu að eiga gott fólk. Og hún kom hindi mér, hún allt svo gott, kom hindi það svo mikið ró og ég alveg, wow, enginn hefur lýst heimilinu mér sem rólegu, þetta var svona win, sko, ég eitthvað, Og það var samt ekki þannig fyrir nokkrum árum, þetta segir það. Já, maðurum er svo mikið ró. Hann er ekki svona trillingur. Yin og yang. Já, við erum það rosa mikið. Ég öskaði mér eftir, sko, þegar ég skildi. Ég reyndar hef yfirleitt náð mér í menn sem eru miklu rólegri en ég. En ég öskaði mér eftir því. Ég vildi fá einhvern sem var bara, ég alveg tók hugleiðslu og horfði á fjall og ég vil fjallið. Ég vil, þú veist, ekkert grandar þér, ekkert feikir þér, bara þú ert svo stöðugur að ég get bara halla mér upp að þér og slaka þá. Þannig að það sem ég vildi líka fyrir mig, bara ég vildi þess að róan að slaka. Ég er ekkert samt eitthvað namaste alla dag, sko. Þú veist, ég fer alveg í svona netta málæði eins og núna og get fara rosa hátt upp og vera rosa spennt og bara þarf að ana úti og hlaupa og ég er rosa fljótt fara og kvartvís og allt þetta. Og með athyglisbrestin og allt þetta en ég bara svona vá, ég vissi ekki hvernig það var að vera í rólegu tögkerfi og þá hef ég viðmið og ég bara Guð minn góður og ég líka bara þá öðruvísi móðir, þú veist, ég nálgast börnum mín öðruvísi og þá fæ maður líka svona samviskupið pínu yfir öllu sem á undan hefur gengið áður bara fyrir ekki að ég átti þetta ekki til fyrir ykkur fyrr en ég átti allavega núna, þú veist, og áframgakk. Þannig að það er svolítið svona, já, það að skrifa hennan þríleik hefur bara verið svolítið lykillinn minn tilbaka til mín sjálfs og ég vona að hann verði einhvers konar skema fyrir, þetta er skrifað fyrir konur, þetta er konu og þetta ferðalag kvenna, skilur, eins og breytingarskeið þetta. Og ég vona að það verði þá eitthvað til að hreyfa við, til að leyfa sér að hlusta. Það er svo mikilvægt að sko geta speglað sig í einhverjum. Já. Þú veist, og bara það að heyra þig segja þetta og einhver sem er að hlusta hugsa bara, wow, ég er líka bara með svona slæma sjálfsmynd og allt þetta. Þú veist, að bara það að heyra að aðrir er að gangi gegnum að saman og sjálfur, það veitir mann eitthvað svona frelsi, vá, ég má hugsa svona en ég á ekki að hugsa svona, ég þarf ekki að hugsa svona. Já, algjörlega. Nei, líka bara, ég vissi ekki að ég hugsaði svona. Já, kannski það líka. Ég vissi ekki að ég væri svona
neikvæð og fordæmandi gagnvart sjálfur mér sko og hvað ég átti lítið til fyrir sjálfa mig þú veist og ég var að hlusta á svona sjálfsvarpabók með Oprah Winfrey og hún var eftir að tala þetta og vinkonuna sagði þetta þú átt allt til fyrir okkur en ekkert fyrir þig og ég var bara eitthvað fuck og ég var sko allsber í fjallgang á Vestfjörðum upp í einhverju hlíð í sjálfheldu þegar ég var að hlusta á þetta og ég bara oh my god ef ég þarf að hringi í björgunarsveitina ég fæ ekki en allsber hérna í þessari hlíð í einhverju asnalegri stellingu ég var líka túr sko ég var bara allt veit svo slæmt ég var bara oh my god svo þegar ég hringi Sævar og segja mér þessi fótbrotin upp í hlíð allsber á túr hérna ykkur hann var bara hvað Sigga eitthvað hérna og ég bara oh my god og þá fór ég að labba niður hlíðina sko ég var bara eftir ofandræðilegt en þú veist þegar hún sagði þetta því ég var bara svona stopp í spórunum mínum ég var bara eitthvað wow og þá fór ég að hugsa þetta þú veist ef vinkonum mér segir að koma á kaffi og svo ég bara allan daginn mega nice alltaf til ég að hlusta á þig og bara þykir svo vænt þig en ég fer ekkert hæna en þú kom að hitta mig á kaffi og svo að mér langs að tala um sjálfa mig ég var bara eitthvað þetta hljómar ókslega og þægilega eða þá bara eitthvað já ég ætla að fara ein í kaffi ég veist og kaffihús, okkur heldur ekki bara upp heima þér okkur þú eitthvað frá kaffihús, verður bara heima þér þú getur alveg fengið bara venlegt kaffi, hvað ertu of góð fyrir venlegt kaffi, ég bara guð minn góður, ég bara þetta sem ég er að segja eitt fucking kaffiboll þá er ég bara svona hvað meira leynist þarna guð hjálpi mér, veist, hvað er að fara að koma upp og þá líka sko, ég og maður með gerum ég kom kannski með eitthvað hugsun svo kom ég með það til hans og ég bara hæ ég hugsa þetta mig, hugsar þú svona mig, ser þú mig svona og hann bara, hvað ert að segja? Þá fórum við bara í gegn og ég hvað, ok, ég ætti bara að segja þetta upp á þetta, gott að við kláruðum þetta og þá var kannski bara klukkan 8 fyrsta morgunbollanum þá var ég bara, ég veit ég þarf að segja þér, eitthvað en hann svo geggar, hann tekur við svolítið. En nú eru örugglega margir að hugsa af hverju þú varst nakin í fjallgöngu. Já. Margir spáði því. Það. Ég er alltaf að striplast eitthvað. Það er eitthvað við það að vera ein í náttúrunni. Bókstaflega. Mætinni í náttúrunni. Það var sól, það var hlýtt. Þetta var bara eitthvað svona liður í að mega, taka plás, ögra og líka þú veist, líka minna náttúrulega líka breytast. Ég er allt í einu með þeim appelsnöðu sem ég vissi ekki alveg hvað var fyrir en að við tókum upp vídeo, ógeðslega myndið, við tókum upp myndband, nána við vorum í stærsta nektargarði í heimi í Argentínu í vor og það myndi Jadon Rumi og við förum þar í eitthvað 3 tíma nakið hæk og tökum upp vídeo, þar sem ég er bara nakin í vídeónu. Mér finnst það svo skemmtilegt, það er bara eitthvað afturendin á mér og þetta sér mér aldrei afturendan sinn. Nefnum svo sé ég þessa stiklu, hann er eitthvað að vinna myndbandi og sitja hann á vefinn og ég sé svo stiklu og ég bara, wow, lítið svona út aftan ég fekk bara eitthvað oh my god ég sá bara eitthvað síðanræs og ég sá appisinu húð og ég sá krump og ég sá fellingar og ég sá alls og ég eitthvað, herregúð ég veit ekki hvað það var gott við geðil svona en mér fannst það svo fyndið, skilju, að fagna líka bara breyttum líkama og ég náttúrulega gekk líka lengra þú veist, þegar ég var einhann í fjallinu ég stilti upp símanum og fór eitthvað svona og ég bara eitthvað tók bara vídeo og tók eitthvað timelapse og var bara eitthvað svona, ég ætla bara að horfa á mig og geta það með bumbu og stóran nafla, gapandi eftir einhverju fæðingar og eitthvað og línutnar og bara horfa á þetta og þetta er allt í lagi, skilur, þetta er ekki hættulegt, þetta er ekki ljótt, þetta er ekki ég ætti að vera mjörri, þær hugsanir koma alveg, nú ætti ég að fara í átak, nú ætti ég að mjóka, að þú veist, að geta gripa þær heldtaka ekki kerfið, en allt þetta er bara svona vá, hversu mörg ár fóru í að klípa, vilja ekki vera svona, skamma sig fyrir þetta, vilja vera, og fara í föt sem innan gæsalappa henta eða passa. Þannig að þetta var bara ókslega mikið bara, ég má þetta. Þetta er allt í lagi. Ekkert er að fara að gerast. Þú veist, og það var eitthvað svo mikil þegar í því bara að svitna og ekki vera eitthvað með eitthvað að klemmast eða þrengja að og ég fekk eitthvað svo mikla frelsistilfinningu og ég bara, heyrðu, ég er að gefa mér þetta, ég er ein hérna að ferðast Vestfirði og ég gef mér nektina og ég gef mér þögnina og tímaleysi og göngutúr og sofa út og leggja mig og ég gef mér allt sem ég langar að gefa mér þegar mér langar að gefa mér það
án þess að ákveða eitthvað. Og það bók 2 í 3 leiknum, þetta ferðalag, allt sem ég gerði og hvað hún að hugsa og þetta sögupersóna samt líka, til að skapa smá fjallað, sko. Út af því að ég var bara eitthvað, að því ég var sérst með köttin minn heitinn í klippingu, að það að segja koninni sem að klippa köttin minn frá þessu ferðalagi. Ég bara eitthvað, já, ég fór átna og það var aðeinslegt. Og svo næst þegar ég fór með köttin í klippingu, þá komið haust, hún bara, heyrðu, ég fór í svona ferðalagi eins og þú. Og ég eitthvað í alvöru. Hún bara, já, bara rétt og eftir. Allir á Vestfjörðum sagði, heyrðu, hún nýfarin í þeim. Og ég eitthvað enn gaman, hún bara, það var stórkostlegt. Mér er aldrei dótt í hug, ég gæti bara fara ein með tjald. Fór 10 daga og ég fór bara að tala um þetta, ég bara, vá, hún bara svo peppið. Og svo eftir að ég hef deilt ferðalegum þegar ég er á húsbílnum og deili myndum og samfélagsmiðlum og svona, þá fæ ég svo oft skilja bara frá konum sem segir bara mig langar og ég ætla. Ég bara, herri, gerðu. Ef þú þarft að ég gefi leyfi, þá bara leyfi að komið. Bara, þú veist, þannig það er bara þetta, bara lifðu þér. Það er svolítið mikil gjöf að vera í friði og dansa eins og enginn sé að horfa og einmitt að klífa eins og enginn sé að horfa, því það er enginn að horfa og það þarf ekki að fara upp á topp og ef þú ert komin í sjálfheldu, farðu bara aftur niður. Skilur, þetta er ekki, þetta er svo afhjúpandi fyrir hvað hugsanir hef ég getu, þól, væntingar. Þið ert bara ein með sjálfur. Svo talaði ég bara við álfana og blóminn og völdinn og steinana og bara uppátt og söng og var bara svona, og það skiptir engu máli. Enginn að taka þetta upp. Þú veist, nema ég einn þegar ég var að hoppa í skoppa, þess að speki hlusast til eitthvað og hafa húmor fyrir því og hlæja því. Það er enginn það. Það skiptir engu máli. Þetta er bara að hafa gaman. Ég held því miður að sé bara alltaf sjálfgeft að við séum ein með sjálfum okkur. Við erum alltaf að hlusta á eitthvað, við erum alltaf að gera eitthvað. Þú veist. Já. Það er, ég held bara því miður. Það er bara, og ég meni, ég tengi þetta alveg sjálf oft ég fyrir út að hlusta á eitthvað. En svo fórum við í Hrísey í Vestlumanhelgina og ég fór alveg í göngutur eiguna. Geggju eyja. Án þess að hlusta, já. Þetta var svo geggja og ég fór bara hágráta og ég veit ekki út af hverju. Bara heyrði í öldunum, þú veist, og horfði bara einhvern veginn og þetta er bara náttúran. Mér fannst þetta bara geggja og mér leið svo vel. Þetta var ekki einhver grátur af því að ég var svo leið yfir einhverju. Þetta er bara svo magnað. Og hlustaði bara náttúruna. Já. Það er bara máli. Hún tókaði bara út af mér. Já. En hún talaði við mann, skilurðu. Hún segir manni, það sem maður þarf kannski að heyra, þó að það sé ekki á mannamáli. Þú veist, hún losar Ég er alveg samanlega, ég er rosa mikið í þessu. Þess vegna held ég að ég sé ekki hlustan einn hlaðvörp. Að því að ég er mjög meðvituð það að fara í göngutúra eða hjólatúra, ekki með í eyrunum. Ég keyri mjög mikið með bara í þögn. Mér finnst það rosa gott. En ég var ekkit þannig. Jú, kannski mesta vanlegan reyndar, þá keyrði ég alltaf í þögn. Ég réði ekki við tónlist og ég réði oft ekki við að hlusta á neitt, þannig ég keyrði í þögn. Jú, svo elska ég AA útvarpið, en ég er í pásu núna á því ég elska að hlusta á AA-fundi. Ég finnst ekki að vera til. Það er útastöð, hún er geggjuð. Bara elska, en ég er í pásu frá því núna, sko. Já. En ef þú fyrir að hlusta hlaðvarp, það er mjög gott sem heitir með lífið í lokunum. Ég trúi, ég deila alveg áfram og alls konar. Ég bara, ég veit það ekki, stundum er ég bara í ævisögum, og eiginlega bara ævisögum kvenna. Stundum er ég bara á 18. öld. Þannig ég vil bara hlusta á líffólks 18. öld. Ég er bara ótrúlega, þú veist, já, ég bara, ef hjarta mitt grípur eitthvað og eldi ég það bara. Já. En segðu mér aðeins meira frá fyrirtækin ykkar, Betra kynlíf. Þú veist, hvað er þetta? Það eru nokkrir þræðir í kaðlinum. Sko til að því ég er bara ein manneskja og þó við séum nokkri kynfræðingar þá erum við nú með mismunandi áherslur og missýnilegar og svona og við vissum að til að breyta hugafæri fólks og ástæðan, þú veist það þarf ekki að breyta hugafæri fólks til að kynlíf verði svona eða hinsegin, heldur bara til að fólki líði vel með sitt kynlíf, sama hvernig það lítur út. Það má vel líka vera í kynlífsleysi, bara að þið líði vel með þig og þitt kynlíf og þig sem kynveru. Og þá áttuðum við okkur á því að það þurfti að gera þetta á rosalega stórum skala. Þetta eru ekki 10 fyrirlestrar
það er ekki nóg að ég sé bara að setja þetta á story á Instagram og þú þarft að vera að fylgjast með eða skilur þú þarft að reyna að leita náttúrulega ekki á Instagram og þetta þarf að fara á dýptina og það þarf að gefa svo pláss og þegar við byrjum að tala þetta að gera svona fyrirlestra á netinu þá byrjum við að teikna þetta upp svo erum við bara komin með 150 fyrirlestra og við vitum af og það var og svo var alltaf að bætast það var alltaf bara og við erum að tala og mér langast að taka viðtal við og mér langast og þetta óks og þá vorum við bara komið með risa batteri sem við vorum bara eitthvað heyrðu þetta líka okkar framlag þannig að það sé einhver staður þar sem þú getur farið á dýptina hvað var það þig sem kynveru og kynlíf getur fengið svör við spurningunum getur skoðað þig frá mörgum hliðum meira það sem þú er ekki áhuga á en þú veist ekki það sem þú veist ekki þegar þú veist það ekki, skilur mig en okkur langaði bara svolítið að vera svona kannski, ég veit það ekki Wikipedia fyrir kynlíf eða skilur veist, Er þetta allt myndbönd? Þetta er allt myndbönd að því að mér hefur þótt það gefast mjög vel eins og á samfélagsmiðlum þegar ég tala í mynd við fólk það format hefur gefist mér mjög vel og mér finnst það persónlegt, mér finnst það áhrifaríkt Við tökum upp út allan heim, tökum bæði úti og inni og reynum að sýna, þú veist, þetta er hversdagslegur hlutur sem má ræða hvar sem þetta er eitthvað sem við deilum öll, þetta er hluta náttúrun okkar, er þessi upplifun í gegnum nánd, snertingu og allt þetta. Þannig að okkur varst það líka mikilvægt að segja bara, þetta er hér og þú þarft ekki að óttast þetta og sjáðu hvað það er margt sem hangir á spýtunni og sjáðu hvernig þetta fléttast saman. Þannig að þegar að við setjum til lofti og nú eru komnir tæplega 300 fyrirlestrar þarna inn og þeir eru mislangir og svo eru við tölum við sérfræðing og svona. Þannig að þegar þú ert ekki bara þú lest ekki eitthvað, það kemur eitthvað í fjölmiðlum og það er ógeðslega ranglega túlkað oft eða bara allt og grunnt eða miskilningur eða eitthvað. Þá getur við tekið svona hugtök og pælingar og farið mjög djúpt. En alltaf sýnt í virðingu og kærleika og mér finnst það svo dýrmætt sem gerir þetta svo skemmtilegt, þetta er svo lifandi því að fólk sendir okkur spurningar eins og þú fæst á Facebook, fólk sendir okkur spurningar og við svörum því, þú veist, í myndbandi og getum gefið því bara gott pláss. Þannig okkur fannst þetta líka vera svona athvarf fyrir líka bara hjón og pör til að senda myndbönd á hvort annað, skoða sig, nota þetta sem ísbrjót, bara hefði mér fannst þetta áhugavert, vissur þetta, hefur þú skoðað þetta, bara sem ein ljóssúlan inn í þetta myrkur, veist, og okkur þykir náttúrulega bara ótrúlega væntum þetta og það er kannski galið að gera þetta á íslensku fyrir lítinn markað, en auðvitað vill mann náttúrulega þjónusta sitt fólk og það er miklu fleiri sem þjónusta enskumælandi. Er fólk það áskrifendur? Já, fólk er áskrifendur og sum hafa verið hjá okkur frá upphafi sem er ótrúlega skemmtilegt og við svona, erum duglega bara líka að dansa í takt við það sem að fólk vill fá umfjöllun og leifum okkur bara að hafa húmor og ég segi ofta eitthvað svona persónulega sögur, hvernig ég tengi við málefni sem við erum á fjallum eða hver mín reynsla sé af því eða, bara en aldrei á eitthvað svona fordæmandi hátt og svo bara margt áhugavert sem ég veit úr kynfræðinni sem að ég bara eitthvað svona, já, vissuð þetta og þetta byggir þessi rannsókn eða þetta var skoðað út frá þessu eða þú veist, ef þið eru að pæla í þessu getur verið gott að skoða þetta eða ef þú glýmir við þetta getur verið gott að huga þessu þú veist, þannig að þetta er alveg andleg heilsa, líkamleg heilsa samtalsæfingar að því við erum oft hvetjum fólk til að íta á pásu ef það er að horfa saman og taka samtalið, þú veist, ef þú pælti þessu, hvað finnst þér þetta, erum við sammála, erum við ósammála og ég veit pör, að við komum alltaf með nýja þætti á sunnudögum, ég veit pör sem hafa nýtt þetta þannig, þú veist, setta á pásu og bara eitthvað, við tökum sunnudagskvöldin okkar, þá er þetta okkar hálftími, skilju og svo erum við með líka, við erum með komið allt námskeið, kjafta kynlífarnin, það sem er að hjálpa foreldrum að tala við börn og unglinga. Þannig við setjum það allt annað líka inn og þetta er bara ég held að þetta sé bara mjög dýrmætt sko og að þetta færi að lifa á netinu þá er þetta svo tímalaust og getur alltaf komið að því þegar þér hendar og þegar þú ert tilbúin og ég finn rosa svona í betra kynlífs samfélaginu okkar það finn ég það rosa væntum þykja hjá
áskrifendum okkar, þú veist, þetta er ekki bara að þykja gaman að þessu, heldur bara að þykja væntum að það sé til, að það sé gert, ekki bara einhver hugmynd eða ekki bara, nú eru 10 málefni, það er nóg fyrir þig, heldur bara, nei, þú mátt alltaf hafa forvitni, þú mátt alltaf hafa spurningar og svo nýti ég þetta svo mikið því ég fæ svo mikið spurningum á Instagram, þannig að það stytti mér líka sporin í vinnun að vera bara, herri, ég ætla ekki að svara þér hérna í 100 slögum, heldur bara, ég ætla að sýna þetta er stórt samtal og ef það dugar ekki til, þú veist, þannig ég beina alltaf fólki fyrst á betra kynlíf og svo bara ef það dugar ekki til, þá getið þið komið í ráðgjöf. Þú veist, þannig að það verður líka svona, það er svo margt sem þú getur gert sjálf. Algjörlega. Svona valdefla líka. En má ég kannski halda áfram með nokkra spurningar? Já, fyrst við erum í betra kynlíf umræðinni, þú fyrir kannski bara sömu spurningar. En það var einn sem að vildi gerðan að myndi ræðum eða ég ætti að spyrja aftursveikt leg og hvað þarf að varast? Já, aftursveikt leg. Þú ert bara að finna kynlífsstellingu eða samfarastellingu öllu heldur sem að hendar þér, sem finnst til dæmis þá doggy, óþægileg út af aftursveiðaleginu, en það skiptir náttúrulega líka máli hvernig, hvað áttu að nota til innsetningar, þú veist, þannig að ef bólfélagin er með lim, hvernig sá limur skilur, er hann langur og mjór, er hann stór og gildur, bara allt þetta. Og þetta er bara að læra á líkamann sinn, sko. Það þarf ekki að þýða neitt frekar en annað, en að fatta varast, eða, þú veist. Nei, ekki beint þannig, bara fatta og hlusta á líkamann, ef það er sársauki gerðu þá annað, það er ekkit, það er það sem við erum alltaf að tala um, það er ekkit eitt mót sem fitar fyrir alla, það er ekkit ein fullkomin stelling. Þetta er alltaf undir mér og þér komið að finna hvað virkar fyrir mig, hvað virkar fyrir þig og hvað virkar í dag. Það þarf ekkit að virka á morgun. Og svo kom önnur spurning ofurnæmar píkur sem eru fljótar að fá það. Já, einmitt. Og hvað? Bara vildi ræða það. Nú hefur spurningin ekki frá mér, þannig ég veit ekki alveg. En þú veist, maður veit ekkert hvað þýð það. Nei. Er vont að vera fljóta að fá það? Ef þú ert búin að fá fullnægingu, getur það ekki haldið áfram? Þú veist, er þetta trublandi? Vinnur þetta með þér? Vinnur þetta á móti? Þú veist, einmitt þetta, þegar fólk kemur svona, þetta er stórt samtal. Hvað þýðir þetta fyrir þér? Það er svona svo erfitt að fólk segir svona, kemur einu spurningu og bara svaraði. Og bara, hverju? Þetta er samtal. Alltaf. Af því að yfirleitt er það nú frekar tala þú veist að karlmennin séu fljótar að faða. Þú veist, það er algengara en ef að konurnar séu fljótar að faða. Já, en það þarf ekki að vera hamlandi. Getur verið hamlandi, en við vitum það ekki. Þú veist, af því að þetta er einu sem við fáum vita. Er hún næm? Já, akkurat. En bara munurinn á körlum og konum í kynlífi, þú veist, finnst þér mikill munur á, þú veist, hvað kemur þeim til eða Það er alltaf bara miklu meiri einstaklingsmunur heldur en það er kynjamunur, en að því sögðu þá eru mjög sterk kynjahandrit. Við gerðum sikkuran félagsstyrnum kynlífshandrit kvenna, kynlífshandrit karla og svo kynlífsmenninguna og almennt kynlífshandrit, og þarna er náttúrulega bara væntingar að kaffæra allt og öllum. Og ef við fengjum bara, við tölum svo oft það að horfa á fólk sem bara klessu, bara ég er kynlausa allsbera klessan, hvað finnst mér sem allsberi klessu gott, hvað finnst þér sem allsberi klessu gott, skilur mig, að því að kynfærin eru bara, þau skilgreina ekkert hvernig kynlífi viljum, við þurfum að segja frá því, það að ég sem er píku segi þér ekkert hvað ég fíla, hvort ég fíla innsetningar eða ekki, hvort ég fíla endaðarsmög eða ekki, þú veist, þú veist ekki neitt, þú gefur þér alls konar, en þú veist ekki neitt. Þannig að það er það sem við erum alltaf hvetja fólk til að nálgast af opnum hug að taka þetta samtal, þannig að þú mætir þér sem mannesku, ekki þú heldur ákveða, já ég er með píku, ég á að fíla þetta, ég á að vilja það svona, skilur, akkurju, hver segir það? Endurspegla það þinn veruleika, þú veist. Þannig að fólk hangir svo mikið í þessu kynjamenn út af kynjavæntingum, en þegar þú fer bara að vera manneskja, hvað er þá? Hvernig lítur það út? Það er alltaf svarað með þar, sko. Nei, þetta er mjög gott svar, af því að það er alltaf þessar staðalímyndir til. Algjörlega. Þú veist, og eins og ég bara í klámi. Það eru staðalímyndirna rosalega. Það er alltaf að leika með ákveðna fantasíur, sko. Og fólk vill, þetta hefur verið rannsakað, fólk vill staðalímyndir í klámi. Fólk vill ekki fjölbreytileika. Fólk vill fantasíuna. Fólk vill ekki alls konar líkama, alls konar þetta, alls konar hitt. Nei. Það er ástæð fyrir að klám lítur út þess að lítur út, það er ástæð fyrir að fjöldaframreitt. Það er til hitt klámið, en það er ástæð fyrir hennu.
það er búið að skoða það. Þú veist, þannig að það er bara svolítið sér kapitúli. En þegar við erum að tala bara fólk, venjulegt fólk, þá þarf það að mæta sem bara einstaklingur. Ekki sem kynið sitt, bara hér er ég konan, með allar hugmyndir konuna, bara hér er ég. En myndir þú þá segja að klám væri jákvætt eða getur það haft neikvæð áhrif á... Ég tala bara ekki þannig klám. Klám er bara margt og það er bara rosa stór umræða. Og ekkert í þessum heimi, þú veist, eins og ég myndi segja að konur væru neikvæður hlutur. Þú veist, konur eru margt. Allt er margt, allt er marglaga. Það fyrir eftir í hvað samingi við setjum það. Þannig að það er ástæður með betra kynlíf. Því þá getum við bara gert 15 fyrirlestur klám út frá mörgum liðum og sagt bara hefur pælt í þessu, hefur skoðað þetta. Til að við nálgumst þetta á yfirvegaðan og rólegan hátt út frá bara fróðleik og fordómaleysi. En ekki dómhörku. En er betra kynlíf ætlað fyrir fullorðna? Já, þetta er 18+. Já. Þetta er ekki hugsað fyrir börn og unglinga, sko. Þetta er fyrir fullorðna og alveg upp úr öllu valdi. Bara á með alls með púls, þú veist. En okkur langar líka að gera það. Ég þjóna skólakerfinu ágætlega þegar áhugi og vilji er fyrir því hjá skólakerfinu. Þannig að það er svolítið svona coverað og flestir sko við getum heldur ekki bara að setja áhersluna á börnin og unglingana ef að við erum svo með fullorðna sem styðja ekki við þau, sem skilja ekki, sem mæta þeim ekki, sem þjónusta þau ekki á þann hátt sem þau þurfa til að vera upplýsingagjafar og stuðningsaðlar og hlustandi eyra og svona. Þannig að við verðum líka að vinna í einmitt fullorðna fólkinu og konunum í kulnun og mönnunum sem þegja og öllu þar á milli. Þú veist, öllum þessum pælingu sem fá engan hljómgrum hvergi, þarna færðu allavega smá. Þú fær smá speglun, smá hlustun, af því að það er bara svona, hey, wow, þetta er eitthvað sem ég hef pælt í og þú ert að segja að það sé ekki óheilbrigt. Þú veist, þetta er bara að vera vasaljós. Sko, nú kenn ég í framhaldsskóla og maður tekur alveg eftir kynslóða mun. Veist, nú erum við svipu kynslóð, við erum fættar næstu á sama ári og ég finn alveg nemendur mínir tala miklu opinskára alls konar hluti sem var bara algjört tabú. Þegar, þú veist, ég var ólingur. Það er bara, maður ræddi bara ekkert kynlíf. Það var bara... Já, þannig er við bara í ólíkum kreðsum, sko. Okay, við vorum bara mjög opin hjá mér, sko. Já, nei, það var bara ekkert. Þetta var bara alveg tabú og minna foreldrar minni ræddi aldrei þetta við okkur heldur. Nei. Þú veist, eða einhvern veginn í kringum mig. Þannig að ég einhvern veginn bara, fyrir mér var þetta bara algjört tabú. En svo heyrir maður alveg úlingarnir í dag, þetta er allt öðruvísi hvernig þau tala. Og líka bara eins og þetta tala þú veist, þetta er ekki alltaf bara, þú veist, gagnkynhneigð eða samkynhneigð, það er svo margar kynhneigðir, þú veist, og allt er leyfilegt og allt er viðkennt og minnst það bara svo frábært. Sérstaklega í skólanum sem ég kenni, þar er þetta mjög bara samþykkt og viðkennt að þú mátt vera þú. En það er þetta skólan sem ég útskrifast undur. Já. Þetta er minn skóli. Já, þetta er skóli. Þetta skólinn við Hamrahlíð. Það kom aldrei neitt annað til greina. Þetta er mitt fólk, skrýtna fólkið, öðruvísi fólkið, fjölbreytileikinn. Frábæra fólkið. Elskaði MH, sko. Þráði að komast í MH frá því ég var 10 ára. Þá var ég bara, ég skal komast í MH. Skal komast í MH. Og það var bara svona stór draum að rætast þegar ég byrjaði MH. Ég bara, I have made it. Bara hér. Elska MH, en það býði því hverfi. Þannig að, já. Nei, það er bara líka kreðsan sem þú ert í, hún er myndið að misjöfn. Já, þannig að þetta er ekki bara kannski kynslóðmunur. Nei, kynslóðmunur hjálpar, samfélagsmiðlar hjálpa, en líka kreðsan. Ég var í mjög kynferðslega opinskári kreðsu sem var mjög forvitin og mjög forvitna stelpur, töluðum mjög opinskátt. Já. Vorum svona að reyna að finna okkar frelsi innan drusluskömm og innan áfengisneyslu og eldri stráka og allt þetta. Þú veist, að reyna að skilja okkur og skilja þá. En ég svo sem skrifaði það í kynveru, sko. Já, þú skrifaði marga bækur. Já, ég skrifaði 7. Eða 7. er að koma út núna í haust. Nei, allt sem ég einhvern veginn læri og finnst mögulega geta gagnast öðrum, það skrifa ég. Hvetja fólk til að lesa ef það vil fræðast meira? Já, kynveru og daði eru skrifar fyrir unglinga, eru notaðir í mörgum skólum
búið að rannsaka þær með þess að nota til sem kennslugagn til að hjálpa unglingum að sjá svona skema fyrir samþykkisumræðuna og svona hafa svona bara bókstaflega leikræna þátt fyrir fram að hvernig samtalum kynlíf getur litið út. Hvernig þið svona farið í gegnum, ekki bara væntingar heldur líka þetta svona að biðja langa ekki í, allt þetta. Þú suða, samþykkið, fyrirgefningin, samtalum fyrirgefning og hvað það þýðir. Mér finnst það sko, þá ég skrifaði það sjálf, finnst þetta svona stórkostleg verk. Ég bara eitthvað svona geðveikt stolt af þeim og bara eitthvað svona yes, ég án þetta sér til, bara hér, bara vel gert þú. Já, að því að ég bara eitthvað svona, já, það þurfti að taka þetta pláss, en ég veit að opaslega margir ég fannst þetta svolítið mikið, sko. Svolítið mikið fyrir honleika, svolítið opinskátt, svolítið in your face, en, veist, ég líka vinn þannig. Já, en það kannski bara akkurat þessi kynslóðamunur sem ég upplifði, að það var að því þetta var svo mikið tabu, þá fannst það með þetta svo stort. Já, einmitt. Já. Var einn mamman sem var sko dótturinn fekk kynveru í Ólgju, hún skrifaði mér þetta, hún reif af henni bókina og sagði ekki séns, þú lest ekki þessa. Hún skrifaði mér þetta bréf, þessi mamma, hún bara, ég hef mjög sterkar skoðanir á þér og þínu starfi og þetta ekki í hug og dóttir mér fengi að lesa þennan Sora, bara hér. Hún sagði, hann ekki tók hana, dóttir mér alveg brjáluð og hún sagði, ok, ég ætla að lesa hana fyrst áður en þú farið að lesa hana. Hún sagði, ég las hana og ég rétti dóttir minn hana og sagði það ekki bara þú mátt lesa hana, þú verður að lesa hana, hún skyldulesning fyrir þig og allar þínar vinkonur og hún sagði, og ég get ekki hætt að mæla með henni fyrir stelpur, þetta skildulesning og ég bara eitthvað svona, og ég var alltaf gæsa því að segja þetta og ég fekk svo gott í hjartað ég var bara eitthvað, oh my god og hún var bara eitthvað, takk fyrir þig, takk fyrir þetta ég skil það setti margt í samingi og ég var bara eitthvað, oh my god og þetta snýst ekkit að snú einhverjum í fylgjendur, þetta ekki það, þetta var bara svona vá, takk fyrir þig að gefa rými og leyfi til að skoða mæta þér í fordómaleysi og fara kannski eitthvað pínu innra uppgjör gagnvart úlingnum þér sem var kannski særð, þú veist og að vilja valdefla dóttuðina og hennar vinkonur þegar þær eru að reyna að fara í gegnum þetta þetta var eitthvað svo mikið fortíðarheilun og ég var bara eitthvað svo ánum með hana og ég var bara eitthvað, go you bara hér, bara áfram, bara að láta þig vita af þessu mjög sætt, sko held reyndar hún hefði komið til mín á fyrirlestur og sagt mér hvað ég fór í taugarnar á henni sem vil gera það, sko finnst ég svo óþægileg já, nota orðin eins og stuðandi stuðandi, bara, ok það fílar hreinskili fólk og svona Já, það er alveg óþægilegt og það er speglar. En þetta hlaðvarp snýst heilsu og mér langar svolítið kannski að við förum svona að reyna að taka þetta saman þó ég veit, ég er með fullt af pontur sem við hefum getið farið í fullt en við erum kannski svona aðeins að falla tíma. En mér langar að spyrja þig, hvað er heilsa fyrir þér? Ég spyr alla sem koma til mín og þá líka, þú veist, hvernig getur kynlíf haft áhrif á heilsun okkar og hvernig getur heilsan haft áhrif á kynlífið? Já, og heilsa fyrir mér er bara að geta hlusta á sjálfa sig og þykja vænt sig á þann hátt að einmitt sína sér þetta mildi, gefa sér nægan svefn, fá sér vatnsglas, borða þegar maður er svangur og þetta er mjög mikið kalt að henni, að borða mat, já, rosa með að borða mat ég vil láta elda ofan í mig annars borða ég ekkert nema jógurt og músli það er eitt af mínum áskorunum er að borða mat en sko þegar að okkur líður vel í líkamanum okkar og sálinu okkar og kynlíf fær þá að vera eðlilegur hluti af því ekki eitthvað sem við verðum að gera, heldur okkur langar, það eykur upplifun okkar, við finnum okkur líður vel og meðan við stöndum það, hvernig sem það lítur út, hvernig sem það er, okkur líður vel eftir á. Gott dæmi kannski er til dæmis, ég á svona greddu tíma, ég er svona greddu klukka, ég fæ greddu alltaf á sama tíma hverjum degi
og það bara vaknar, það ótengt því sem ég að gera, skiptir engum hvað ég að gera, það bara grætan að vöknu hún og þetta svona pirringur í grindinni, þetta svona bara, píkan bara vaknar, hún bara, halló, nú ég til, komið svo, það gott að taka sér pásu núna, sendu mér og stundum hendar það mér ekki og ég fyrir díalóg við hana og ég nanna ekki núna, ég í stuði að skrifa og hún bara, mér drull og við fyrir stundum í innri díalóg og stundum vinn ég og stundum vinnur hún og það ótrúlega, það þarf ekki að leggja hennar merkingu að stundum ég bara eitthvað já, nú kortir ég frá mér, hendi mér í það næs og það ekkert song and dance, það ekkert eitthvað kveikt á kertum og Kenny G á fóninum sko, það bara eitthvað svona ég tek upp alls titrar á minn, setja á sleipuefni, kemur kannski fyrir upp í rúmi, frá mér, fæða, gerði upp mig, þrýf titrar á minn, held svo bara áfram því sem var að gera. Þetta ekkert svona eitthvað, og nú ég að fara að taka pláss, þetta ekki svona mikið, þetta ekki svona mikið mál, enginn að pæli því, enginn skömm, ekkert meira sem það að ræða, eða þá bara, ég væri óslega til við klukktíma og krakkarnir koma heim úr skólanum, eða að taka smá kúr og keleri og svo bara liggja í kúri, þannig að við þurfum að klæða okkur og við heyrum að þau koma heim eða eitthvað svona. Það bara allt þetta að sýna sig sem bara svona eðlan hluta bara þetta hluta minni veljiðan ég þarf ekki að gera þetta því að það ég ekki að hugsta út frá blóðflæði til kynfærana eða eitthvað svona þetta bara hluta mínu veljiðinar endurgjafa serotonin, oxytocin hormónakerfi, við líðum vel með þetta gott og þetta þarf ekki að vera eitthvað ákveð það þarf ekki að tengast fullnægingu, þetta þarf ekki að vera eitthvað ákveð skema, það má vera bara skinn við skinn, kossar faðumlög eða þá þetta má líka vera bara hefðu mig langar og svo bara í samfærir núna ertu til í bara smá samfærir ég held ég sé ekki að fara að fá fullnægingu en ég væri til í smá samfærir bara já, ég til í smá samfærir frábært, ég tala oft innsetningu bara já, frábært og þá bara hér og nú og svo kannski bara þetta var fínt, mér langar ekki meir og lífið heldur áfram en það sem við erum oft búin að setja kynlífi sem skema svo stort og mikið og þýðingamikið og á að vera svona og hinsegin og á þýða þetta en það þarf ekki þannig að leið og við slökum að með hvað kynlífi hvað það má vera að þá verður bara svona þetta bara eitt að því fallega sem ég á í mínu lífi kynlífið mitt í öllum sínum fjölbreytileika þannig verður heilsa verður bara alltaf hvað á ég fallegt fyrir mig í mínu lífi án þess að sé bara, græni safinn sem ég langar ekkert að drekka og ég í ókslega gremju yfir á mótnana þannig svo ógæslega hollur, eitthvað hérna. En það svona heilsa að sjá lífið svolítið í gegnum fegurð, fegurð og gleði og leik. Þá held ég heilsan fylgi með. En ég hjá eftir þú varst að tala skömm, það eitthvað sem margir tengja við kynlíf, eða það lærð skömm, Algjörlega lærð, hún ekki innbyggð, hún lærð. Við vitum það skömm. Rosa feminismál, það ekkert margir sem segja frá en það þessi skömm ekki til innbyggð. Við fæðumst ekki með skömm. Erðasynd Evu ekki raunverulegt þing, Þannig að skömm sett á okkur, að því að við áttum okkur á skömm þegar önnur manneskja fyllist viðbjóði og segir okkur frá því eða bókstaflega skammar okkur. Skömm samfélagsleg. Hún ólík eftir samfélögum. Hún eitthvað sem önnur manneskja setur á okkur og segir við okkur. Þetta ekki í lagi, þú ættir að skammast þín. Ekki sýna neinum þetta. Feldu þetta. Og það kannski bara gert í gegnum bíómyndir og skilur það. Það bara samfélagslega. Það gert í uppeldinu. Það gert í dægurmenningu. Það gert í umræðu. Það gert út allt og hvergi meiri skömm en í kynlífi. Það byggt í kringum skömm og það skrifað bara inn í kristninni og bara skoðar svona hvernig kristin trú og kannski svona sérstaklega í gamla testamenti og svona hvernig stundum talað eða oft talað kynlíf. Það ekkert rosa fallegt, það ekkert rosa mikið gleði, það ekkert rosa mikið frelsi og svo seinna mér hvað var sett á líkamann varandi nektina og hvað áttir að hylja og þú áttir að skammast þín og þú átt að skammast þín. Feitar konur í dag eiga að skammast sín. Þetta orðræðan. Líkaminn okkar aldrei lagi. Gamlar konur eiga að skammast sín. Skilurðu mig? Þannig að þú getur eiginlega ekki talað kynlíf án þess að tala skömm. Hún það sem stýrir kynlífi
hún það sem setur okkur í myrkrið, allt sem við skömmust okkar fyrir, eins og, ég meina, kona býður heim til sín, bara núna á eftir, þú fer bara heim til Stínu vinkoniðinnar, fyrsta sem hún segir við, afsakaðu draslið, út af það skömm, þú ert að dæma mig, út af draslinu, ég óttast að þú sjáir skítugu hornin, hvað heldurðu mig, ég skammast mín. Þegar við förum að rekja upp þræði skammarinnar, þá finnum við líka hver varpa þessari skömm á okkur, af hverju ég að viðhalda henni og hún að þjóna mér. Skömm þjónar ekki, hún bara íþyngjandi. Hvernig losnum við skömmina? Við föttum hvaðan hún kemur, sjáum hvað hún fáránleg. Þetta pínu svo að þessi Harry Potter, þegar galdurinn, þegar þú, það eitt svona púki sem birtist þér þannig að hann birtist þér í það sem þú óttast mest í lífinu og eina leiðin til að losna við hann var að afvopna hann með því að setja hann í fáránleika búning. Hann áttur að taka það sem óttast mest í lífinu og breyta honum í eitthvað fáránlegt þannig að gast hleiða á honum. Og það sama með skömmina. Þannig að ef þú finnur að það kemur upp setningin ég skammast mín, þá rekur það tilbaka, akkur skammast ég mín, ekki fáránlegt að skammast sín fyrir þetta? Og Stína vinkona gæti sagt, ég skammast mín fyrir skítugu hornin mín. Ert þú að horfa á skítugu hornin mín? Og þá segir þú, guð, ég tók ekki eftir, nei, ég var ekkert að pæli, ertu með skítugu horn? Og vá hvað það fáránlegt, ég ætlaði að missa því að fá mig í kaffi að því þú ert svo hrættur mig að pæli skítu hornin, þú ert vinkona mín, mér þykir vænt þig, ég dæmi þig ekki, mér þykir bara vænt þig. Þetta óþarfa skömm, akkur þú að skammast þín, hver hefur sagt við þig að skítu horn þýða að þú sért vond manneskja eða óverðug ástar, þú átt ekki skilið ást, af því að þú ert með skítug horn og enginn elskar mannesku með skítug horn. Þetta fer alltaf tilbaka. Þú ert ekki verðug, þú ert ekki ást skilið. Þannig að hver ætlar að taka ást frá þér út af skítugum hornum? Þá finnur svarið, þá finnur manneskuna, þá finnur ég á þetta ekki, þetta er ekki mínar hugmyndir, þetta er ekki mín orð, ég stend ekki með þessu og þetta þjóna mér ekki og ég ætla að skilja þessu tilbaka. Þú ert þessi skítugu horn, ég á þau ekki. Mín horn með að bara vera alveg svo þau eru. Skila skömminni. Alltaf. Það eitt sem að ég hjá eftir því ég var aðeins að undirbúa mig að þú hefur kynntir svolítið mikið opin sambönd. Já. Finnst þér mikil skömm tengt því? Fólk skammast þín fyrir að segja frá því? Nei, mér það nú ekki. Mér það meira bara það nennir ekki að díla við intrúsívar spurningar. Það nennir ekki að díla við að sé veiðileyfi allt í einu á þeirra hjónaband og þeirra samlíf. Hvað opið samband? Það bara getur verið mjög margt. Það bara svolítið mist eftir þeim sem þú tala við hverju sinni, hvernig þau skilgreina sig. Flest hafa sína eigin skilgreiningar á hvað það þýðir. En fólk leifir sér að fara mjög langt. Það leifir sér að fara í mjög ítarlegar og mikla spurningar sem þau aldrei spyrja önnur hjónað, aldrei. Og það eru miklu fordómar. Já. Og fólk svolítið svona, þetta stuðar, þetta er óþægilegt, þá vill enginn láta dæma sig, það vill það enginn, það er vont. Þá er að hætta á útskúfun og enginn okkar það er vont fyrir okkur og lífshættulegt að vera útskúfað, við þurfum okkur að halda. Og þá verður líka allt í ekki heldur rými fyrir að eitthvað gangi illa, því þá er það allt þessu að kenna, allt er alltaf smættað niður í þetta, því fáið okkur alls konar stimpla, þeir eru kannski perrar, þeir eru ekki ástfangin, þeir eru ekki góði foreldrar, þeir eru hættuleg, aftur, fordæming. Þannig að ef að fólk kannski myndi hlusta án þess að vera reaktíft að þess að fara út frá eigin filter hvaða heldur þetta sé og hvernig þetta eigi að vera og vera að hlusta bara af einlægni og forvitni, þá væri þetta allt annað samtali því þá myndir þú spyrja öðruvísi og hlusta öðruvísi. Og öllu fólki er frjálst að hanna sín fullorðið samband eins og þau vilja í bara sátt og samlyndi og við erum öll bara að reyna að finna held ég gleðina í lífinu. Og þegar við berum virðingu fyrir því að gleði fólks í lífinu lítur öðruvísi út og það er ekkert eitt skema, þá kannski róast við aðeins. Við hugsum ekki, býtu þú ert í opnu sambandi, ertu þá að segja mitt samband sé eitthvað síðra, ertu að segja mitt sé ekki skemmtilegt, þú veist, við erum svo reaktív, þannig við speglum út frá okkur, heyrum út frá okkur. En ef við erum bara, já er það, og færi það er hamingju og ykkur frábært og veitir ykkur gleði, og henn gaman að heyra. Þú veist, og það þarf ekki að vera meira, það þarf ekki að fylgja með, ég gæti þetta aldrei. Þú veist, þú mátt alveg eiga það með þér, mátt alveg segja það og vilt, en það er líka fordæmandi setning. En þú veist,
leifum öllum bara að finna sína leið og meðan hlutir færa fólki gleði og hamingju, bara gaman og þegar það gera það ekki, allt í lagi, þarf ekki að þýða neitt, þarf ekki að rekja aftur og bak, þarf ekki að leita sökudólgi. Þetta bara, að taka hlutum bara svona, svo í sletti, at face value. Ég að segja þér hvernig það lítur út fyrir mér, ekki búa til sögu í kringum orðin mín, hlusta á það sem ég að segja og treystu mér fyrir að þekka mig. Og ef ég kem til þín og segi, þetta færi mér ekki lengur hamingju, þá ætlum ég að vona að þú verður til staðar og hlustur á mig líka að segja það, en ekki, þú hefur aldrei áttað, skilurðu mig. Þannig er ekki lífið. Þannig að ef við sleppum dómaranum, sleppum þessu dómhörku, þá eigum við auðveldara með að tengjast öðrum og fagna og samgleðast og líka að vera í samkennd. Það svona það sem ég held sko. Að því að í mínu námi sem heilsumarkþjálfi þá alltaf að tala bara heilsuna sem bara svona risastóna hring og það bara margir boltar sem að skipta máli til þess að við séum heilbrigð eða upplifum góða heilsu. Og kynlíf og fjármál var svona það sem maður var alltaf að tala var svona tabú. Þetta sem fólk svona þorir einhvern veginn ekki að tala en þetta hefur svo gífurlega mikil áhrif á heilsun okkar. Það er svo mikið skömm í kringum peninga. Það er ástæðan. Þetta er kannski bara einhvern veginn, mér finnst þetta svo áhugavert sko og ég upplifði þetta alveg sjálf að fólk ekkert sem kemur til mín í heilsumarkþjálfun, það við erum svona að reyna að finna kannski rót vandans og kannski finnum við það en það einhvern veginn fara mjög fáir að tala kynlífið. Því að ég veit að kynlíf náttúrulega mjög náin samskipti og samskiptin ef þau ekki góð þá líður ekki vel. Þá ertu í ójafnvægi og þá heilsan ekki góð. Þannig að þetta svona... En það er líka því að fólk þarf að vera í öruggu rými til að geta að tala kynlífi. Ég er ekki að ætlast þess að tala við Nei, en ég er að meina, ef þú býður ekki upp á þá tala fólk ekki það. Og ef að fólk upplifir ekki ef fólk óttast að vera dæmt, þá mun það ekki tala það. Nei, en ég meira kannski bara að segja að ég held að átti sig ekki sjálft á því hvaða hefur mikil áhrif á heilsuna. Að þetta er kannski ekki endilega hug. Ég held að mjög margir átti sig á því þau bara, ég held að mjög mörg átti sig á því, bara reyna að skauta fram hjá því. Þau vita að þetta þarna. Þau vilja ekki að þetta sé svona. Þau vilja ekki að þetta skipti máli og sé stórt og sé fyrir mikið. En það það þannig þegar fólk ánægt með kynlífið sitt, þá spilar það í rauninni mjög lítinn þátt í heildarhamingjunni og heildarhamingju sambandsins. Þetta bara svona einn af hlutunum, bara rullar og virka vel og ekkert meira að tala það. En ef það gengur illa, þá leggur það sambandið yfir sig. Það eins með fjármálin, að svo mikil skömm þar, mikil feluleikur og kynlíf og fjármálega það sameiginlegt eru bæði oft talin skítug, peningar oft taldi skítugir, kynlíf líka. Þannig að þetta fer út í hotnið þar sem reikið á heima, í það sem við viljum fela, skömmust okkar fyrir, viljum ekki að aðri sjái. Þannig að þess vegna, ég elska að tala peningar, þetta er mjög skemmtilegt sko, að því að þetta líka, það sem skömmin liggur. Það er líka þáttur fjárhagslega heilsu. Nú þurfið þeirra að fara að hlusta. Já, nei, það er bara, það sem skömmin liggur, þar vanlíðan. Já. Þetta er kannski bara mjög góð lokaorð. Ég held það. Ekki bara, þá segir ég takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir að koma og þú ert það sem ég kalla jáhrifavaldur. Já, það er skemmtilegt. Jáhrifavaldur. Það er jákvæð áhrif á fólkið í kringu þig. Já, takk fyrir, ég reyni. Það er lífsmarkmið. Já. Áðurinn ég kveði það með smá gjafapoka handaði frá heilsuhillunni. En skemmtilegt, heilsuhillunni. Já, heilsuhillunni er einn af samstarfsaðalunum mínum. Þeir eru með alls konar frábær bætaefni En skemmtilegt. Þetta er geggjaður rafmagnstannbursti. Ég og sonur minn erum alltaf í kveldin besta saman. Æ, dúllur. Þetta er geggjað. Þetta er alls konar skemmtilegt. Þetta er nefnilega alls konar Helvíti verðum að heilsuhröstur núna, heldur að sé, hérna eru gerlar og það er melatonín. Ég er óþolandi með svefn sko, það var allir sem ég hef sofið hjá, bókstaflega, menn ég sofi hjá, hafa sagt þetta, ég er óþolandi að ég sofna á 0-1, hvað sem hvenar sem Æ, það er gegn. Það er gegn, takk aðeinslega, þetta er frábært. Já, bara í bóði heilsuhillunar, bara gera svo vel og bara enn og aftur takk og hafið yndislegan dag. Já,
Takk. Heyrðu, að því að þú varst svo næs og skemmtileg að okkur langar þá líka, að því við erum bara að tala svo mikið um þetta, að gefa þá öllum þínum hlustendum ókeypis mánuð að betra kynlífi. Vá. En ef þau fara á betrakynlíf.is og fara og kaupa eitt mánuð og skrifa heilsu Erla, allt með litlu, allt í einu sem kóðan sinn, að þá fá þau ókeypis mánuð og geta þá farið að sökkva sér í margt og alls konar skemmtilegt. Og en fallegt af okkar, þetta er geggja. Ég ætla sjálf að nýta mér þetta. Já, en skemmtilegt. Það er bara þakka við fyrir. Takk fyrir. Að lokum langar mig að þakka þér. Mér langar að þakka þér fyrir að hlusta og gefa þér innan dýrmæta tíma til þess að huga að þinni heilsu. Og ef þú fílar þessa þætti, þá er ég náttúrulega ótrúlega þakklátt ef þú myndir deila þeim. Ekki verra ef þú setur í story á hvaða þáttu varst að hlusta og eitthvað skemmtilegt, en einnig bara segja frá þeim á kaffistofunni eða í einhverju spjalli við þá sem að þú veist að hafi gagn og gaman að. Þannig bara takk fyrir þig.